Þetta sóknarland vísun í ljóðabók Hauks Ingvarssonar Vistaverur og líka titillinn á málstofu sem verður á hugvísindaþingi núna 8. mars. Á málstofunni standa 5 einstaklingar sem hafa verið að skoða birtingamyndir náttúrunnar í samtíma myndlist og samtíma bókmenntum bæði á Íslandi og í Danmörku. Þetta kom þannig til að Charlotte Edrup Christiansen sem nýdoktor á stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum hafði samband við mig og við fórum að ræða það hvernig viðhorf við til náttúrunnar ólíkt á Íslandi og í Danmörku. Og Íslandi snýst þetta svolítið að bæði að njóta og nýta náttúruna en líka verndana á meðan í danskri samtíma umræðu sem að endurspeglast bæði í listum og bókmenntum mikil áhersla á það hversu viðkvæm náttúran og hversu ábyrgð mannsins til að viðhalda til dæmis líffræðilegri fjölbreytni mikil. Og þetta skapar annars konar upplifun af náttúrunni líka. Jeg stendte her med bog efter danska ljóðskáldið Marianne Larsen. Morgenen þar þegar ég var ekki skortir i september. Og jeg vil bare læse ophav mye stødt ljóð. Lad dog være med at magte. Det bedste jeg kender til ved arbejdsomhed og bliver tulipansk. Driven by loose vibes and loose ends. En hvað þýðir nú það at eitthvað tulipansk, tulipanalegt? Og getur það haft svona tengs við utopíuna? Ég mun ræða þá spurningar í erindi mínu sem fjallar náttúrusýn Marianne Larsen í ljósi vistrýni. Hlakka til! I teksterne og videoerne fra albumet Biophilia, der optræder Bjørk både som en måne, som Apollon, der spiller på lyre midt i universet. Hun optræder som en krystal og som en vulkan i udbrud. Og på den måde, der bruger hun blandt andet sådan nogle krystaller som den her, til at tænke over og undersøge, hvad et menneske egentlig er. Og i sine fremstillinger, der forhandler hun med den billedverden, som vi finder inden for naturvidenskaben, og dens perspektiver på naturen, på universet og på mennesket som bygget op af genetik. Men hun forholder sig også til den måde, som lyrikken og de sproglige billeder og sammenligninger fremstiller menneskets eksistens på. Så det vil sige, at hun bruger blandt andet sten som den her til at undersøge, hvad det er for nogle processer, vi indgår i universet, og hvad der egentlig er vores helt grundlæggende vilkår som mennesker. Og jeg mener sådan set også, at hun kommer med et svar, og det svar, det vil jeg fortælle nærmere om i mit oplæg om Bjørks Biophilia, med særlig fokus på hendes billedside på videoerne og på hendes tekster. Og det svar, som hun kommer med på spørgsmålet om, hvad er et menneske, det er et svar, der både går i dialog med teorier inden for biologien, men også teorier omkring det posthumane. Jeg vil fortælle om mit etnografiske forskningsprojekt, som jeg har arbejdet med her i Island siden juni 2023. Og projektet fokuserer overordnet på landskaber i nutidig islandsk fiktion. Og jeg vil trække særligt 3 værker frem, og det er Andris Nair Magnassons Dreamland og Oddnýjar Evarsdóttirs Jarðneyði, Land of Love and Ruins, og Haukur Ingvarssons Vistaverur. Og det, de har til fælles, er, at de alle sammen trækker på den politiske krise og generelle krise, der opstod i kølvandet på bygningen af dæmninger, særligt Kárahnjúkavirkjun i starten af 2000-tallet. Og jeg vil kigge på de her værker fra en antropologisk vinkel, som forhåbentlig er en ny vinkel i forhold til, hvad der tidligere er skrevet, og som særligt undersøger, hvordan de her værker kan sige noget om, hvordan
mennesker generelt bruger forestillinger og forestillingsgenererende teknologier, f.eks. litteraturskrivning, som en del af deres hverdagspraksis og måde at være i verden på og forestille sig forskellige mulige fremtider. Jeg ætla að tala danska höfundin Hanne Højgaard Vimose og hvernig hún lýsir náttúrunni í bókinni sinni HHV, FRSV, dødsknaldet í Amazonas. Og þetta sem sé skáldsaga sem gerist að hluta til á Íslandi vegna þess að þessi danski höfundur búsett á Íslandi. Og í bóku sinni hún líka bæði að lýsa Danmörku, hún að lýsa Íslandi og hún að lýsa íslenskri náttúru. Og það sem ég finnst áhugavert við bókina hvernig hún svolítið að leiðrétta glansmyndir íslenska náttúru. Og hún hefur til dæmis samið óð til Íslands sem virkar eins konar skáldskapafræði. Og ég búinn að reynda að þýða þetta ljóð og það hljómar þannig: Ó Ísland, mitt hinda og skörðótta, mitt hraunklædda, mitt níðandi, mitt frostbjarta, þeytandi, mitt Suzuki, minn sígaretta, minn ískalda á, mitt fossblæðandi sjálf, minn bónus, rangeyða svínið, mitt netto, minn vínbúð, minn djúbsteikti þorskur með frönskum á einum, minn vælandi kópur, minn barnaætu haförn, mitt eignabólgu þjáða, mitt geðveika, mitt flögrandi, mitt glimrandi, mitt uppsuðandi, mitt brennivín, mitt veiðandi, minn hvalur, mitt blásvarta, mitt kryddaða, mitt saltaða, minn allandshaflundi á enninu, mitt daunilla, ólgandi, sullandi, mín jökulhlaupsgirnd. Og í þessum óði til Íslands afbyggir henni vitsvitandi hefðbundna bórealisman með því að nota staðalímyndir með húmor, virðingarleysi og hversdagslegum atriðum. Já, þannig ég ætla að tala meira það og hvernig Hanne býr til þessa blöndu úr náttúru og borgarveruleika og hvernig náttúran kemur fram hjá henni. Í dag dynja á okkur upplýsingar loftslagshamfarir, hitamet falla og hækkun sjávar staðreynd. Og mig langar að skoða hvernig danski listamenn og rithöfundar hafa verið að takast á við þetta upplýsingaflæði og nota listina sem leið til að hugsa út fyrir það þekkingarými sem við erum föst í. Þannig að listin verður eins og svona ákveðin brú yfir í einhvern framtíðarheim. Og ég ætla meðal annars að fjalla sýninguna Snjóflygsur og önnur undur sem ég setti upp í Kaupmannahöfn fyrir 2 árum og einnig skáldsögur eftir Theis Ørntoft og Solveig Balle.